þetta eins og Guðni prestur sem búin að jarða núna mömmu, emmu og þá barsmóður og skýrði barnið okkar og búin að vera mikið kring, þú veist Guðni Már æðislegur allir að nota hann alltaf í öllu hann bara yndislegur, hann ógeðslega flottur amazing og hann segir svo fallegt þegar hann í jarðarförunum búin að vera og þá tala hann að við getum farið getum lífið á þess að syrgja einhvern en það þýðir við elskum aldrei þannig að þú veist andstaðan við sorg eða hinn peningurinn á sorginni öll þessi ást sem við áttum og sem ég man ekki hvort þetta Garfield eða Jimmy Carr sem segði þetta að þú veist þetta er bara ótjáð ást og maður vill hafa hana alltaf til að geta tala við ég tala við þú veist mömmu og fólki mitt og ævarvinn minn og þú veist þegar eitthvað þá ertu með einhvers konar haldreipi þá ertu með fólki ennþá en það þýðir að þá færðu stundur svona sorgartilfinningu sem getur erfið tár eða eins og núna finnir svona þingst yfir sem ég ætla ekki að vera að tala um en ég fyrir alltaf að rambla út allt alltaf leið, þú heldur alveg þræðis og það bara þú veist að tár bara þú veist þetta er bara losun á einhverjum þingslum á einhverjum tilfinningum sem þú þarft að fyrir getum annars verður þetta að veikindum eða losa þetta ekki út og það þýðir ekki, svo getur þú farið í hináttina þess að mátt ekki láta næra þig getur farið í hináttina sem þú ert bara stansött bara í öllu myndum og allt er bara, bolli og hún var alltaf með bolla svo bara, vatn ég man þegar þú fekk vatn það leitar á öllu skilurðu og ég þekki alveg fólk sem þannig í kring og það maður sér bara hvað er vont fyrir það og það ger engum greiða þegar einhver sorgaratburður verður að einhverja identity eða einhverju persónu eiginleika við þig sem bara ég maðurinn sem þetta eða ég konan sem þetta í staðan verður bara þetta er bara hluti af okkur sem manneskjum og gerir okkur það sem við gerum það er allir sem bara lendi í einhverju allir og að díla við eitthvað sama hvað það og ég einmitt hugsaði til dæmis og mér finnst mikilvægt í þegar maður að finna eitthvað svona að þakklæti er að besta í heiminum og þetta er klísja og við finnum alltaf eitthvað til að vera þakklæti um einstegi þess vegna þegar við finnum sorga svo bara mömmu, Örnu að þá reynum við bara hvað við þakklátir hvað var fallegt til að og þú getur ekki verið þakklátur og reiður eða þú veist á saman tíma þannig að tekur svona yfir tilfengun og verður hotlara og þetta lúti mér sem sagt með þakklæti þetta alveg út mér Þegar þú vorst að segja að í staðan fyrir að vera svona bolli að þá að vera þakklátur fyrir Já, alveg rétt og sem sagt það gerist að það er einstakling sem ég þekki á Facebook sem að var að auglýsa til pakka fyrir einhvern strák, 7 ára strák og hann fyrir út að það vantaði dæmi það vantaði að jólagefi fyrir barni út að hann hefði ekki mikið í kring og hann fyrir með einhvern svona pakka til hans og spyr hann bara bara hvað er með hver er þetta og svona og þá hann segir mér að einhver 7 ára strákur sem að ég veit ekkert nánar er bara greinilega engin pabbi til staðar og móðurinn búin að var í eitulyfjum búin að ná sér, hann komin aftur til hennar fjall og hendur hann út held ég bara miðja nótt eða eitthvað og allt er bara kortir jól þá fæ ég bara svona það er hrikalega sorglegt fyrir eitthvað barn sem að og þá hugsa, börnin mín þurfa ekki að hugsa þetta þau þurfa ekki að ágjöra þessu og ég veit að þú veist, þín sorg er alltaf þín sorg og alveg saman hversu stór, mikil eða hvað það er áttum á því en það er hollt og gott stundum að minna sig á þegar þú ert að vera of mikið eitthvað svona bara en þetta vísu er óslega gott við þurfum ekki að spá í þessum hlut það þýðir ekki á syrgi minna og elski minna það þýðir ekki það þýðir bara að þú ert bara góðan stað og þú kemst í gegnum þetta